Ég heiti Latri og 14 ára gömul. Ég í 5. bekk í grunnskólanum í Vapís og uppáhaldsfagið mitt tungumálið Lao. Laos eitt af fátækustu ríkjum heims. 40% af þjóðinni býr við mikla fátækt. Það að segja þarf að lifa af minna en 200 krónum á dag. Fátæktin bindur snemma enda á barnæskuna. Í staðinn fyrir leik og skólagöngu fara dagarnir í vinnu á hrísgrjónaakrinum. Laos eða alþýðulýðveldi Laos í Suðaustur Asíu. Grannlönd þess eru Kína, Víetnam, Tæland, Kambódía og Myanmar, öðru nafni Burma. Höfuðborgin Vientiane í vesturhluta landsins, nærri landamærunum að Tælandi. Hið fátæka Laos háð utanaðkomandi efnahagsaðstoð. Landið hins vegar ríkt af fjölbreyttum tungumálum og gamalli menningarhefð. Algengustu trúarbrögðin í Laos eru búddismi. Munka, nunnur og falleg musteri má víða sjá. Íbúafjöldin í Laos 6,5 milljónir manna. Þaraf eru yfir 3 milljónir börn. Meirihluti landsmanna eða 80% búa á landsbyggðinni. Þorpið Wabi staðsett það bil 600 kílómetra suður af höfuðborginni Vientiane og þar búa 700 manns. Stærsti hluti þorpsbúa lifir af landbúnaði. Mikilvægasta ræktunarafurðin eru hrísgrjón en þau gefa uppskeru 2 á ári. Hjá mörgum fjölskyldum eru hrísgrjón eini maturinn yfir daginn. Í sveitum Laos taka allir þorpsbúar í sameiningu virkan þátt í málum sem varða samfélagið. Skólinn nýtur sérstaklega mikillar athygli þorpsbúa sem tóku meðal annars þátt í að gera hann upp. UNICEF hefur styrkt skólann í Wabi síðan árið 1997, meðal annars með því að hjálpa til við enduruppbyggingu skólabyggingarinnar og með því að mennta kennara. Það einnig UNICEF að þakka að skólinn búinn hlerum fyrir hurðir og glugga. Í dag því hægt að kenna í skólanum í hörðustu monsúnrigningunum. Dagurinn minn hefst klukkan 4 en þá vakna ég og byrja að vinna. Foreldrar mínir bændur og við erum 4 börn í fjölskyldunni. Eldri bræður mínir 2, Pomma og Sali, hættu í námi þegar þeir voru hálfnaðir með grunnskólann og fóru til Tælands í vinnuleit. Yngsti bróðir minn, Chai, býr heima.
Fjölskylda Latri býr ekki við mikil þægindi. Veggir hússins eru búnir til úr bambuslaufum og þakið er einangrað með gömlum plötum úr plasti. Á rigningartímanum lekur vatnið inn veggina. Skóladagurinn minn byrjar klukkan 8 og endar klukkan 4 á daginn. Þá tökum við til í skólastofunni. Miðjan dag fyrir heim og borða. Allir ganga í skólabúningum sem foreldrarnir verða að útvega. Foreldrarnir útvega líka bækurnar og skriffærin. Við notum 3 kennslubækur. Í stærðfræði, tungumálinu Lao og bókina Heimurinn í kringum okkur. Það er bók í lífsleikni sem kennir okkur bæði hreinlætisiði og landafræði. Í skólanum er foreldrafélag sem reynir að hjálpa þeim nemendum sem geta ekki sjálfur útvegað sér námsbækur. Nemendarnir deila líka námsbókum með sér svo allir geti lært. Stundum eru til dæmis 6 nemendur eina bók. Í hinum fátæku þorpum í Suður Laos ganga einungis 20% barnanna í skóla. Það þýðir að í 5 barnafjölskyldu fær aðeins 1 barnanna að mennta sig. Börnin fá ekki að fara í skóla því þau verða að hjálpa foreldrum sínum að útvega mat. Í mörgum þorpum er ekki skóli og langt í það næsta. Sumum fjölskyldum reynist líka ómögulegt að útvega börnum sínum skólabúning en þeir kosta 450 krónur hver. Yfirvöld geta ekki styrkt skólakerfi nægilega vel. Þess vegna ríkir skortur á grundvallarbúnaði eins og skólaborðum, stólum og krít. Það er líka erfitt að fá kennara til starfa vegna skorts á menntuðu fólki. Það er gaman í skólanum okkar hér í Wapi. UNICEF hefur lagt til mikið af kennslugögnum, bókum og pennum og við kennararnir hefum hlotið nauðsynlega þjálfun. Með aðstoð UNICEF er skólinn okkar orðinn að skemmtilegum og mikilvægum stað fyrir börnin og foreldrarnir meta starf okkar mikils. Ég er stolt af skólanum okkar. Þekkingarskortur og hættum sem tengjast óhreinu vatni orsaka ennþá allt of mörg dauðsföll hjá börnum, hvern einasta dag. UNICEF hefur þjálfað fleiri en 8000 kennara í Laos. Í gegnum skólastarfið breiða kennararnir út þekkingu mikilvægi hreins vatns og góðs hreinlætis. Til að tryggja aðgengi að hreinu vatni hefur UNICEF einnig útvegað skólum og þorpum, vatnsbrunna og salerni. Börnin læra að notfæra sér þessa nýjungar í skólanum og færa þekkinguna svo með sér heim. Til að ganga í skóla þarf maður að vera við góða heilsu. Fyrir utan að útvega hreint vatn sér UNICEF líka heilsugæslu. Teymi af læknum ferðast á milli þorpa og sinna þeim sem eiga erfitt með að heimsækja heilsugæslustöðvar. Það koma læknar til Wapi 2 á ári til að bólusetja börn og fylgjast með uppvexti þeirra ásamt því að gefa lyf. Ég og bróðir minn Chai vorum bólusett fyrir nokkrum árum síðan þegar læknarnir heimsóttu þorpið í fyrsta skipti. Læknarnir hafa læknað marga vini mína þegar þeir voru veikir. Á árunum í kringum 1970 dróst Laos inn í Víetnamstríðið og það voru gerðar stórfelldar sprengjuárásir á landið. Laos er það land sem hefur orðið fyrir mestu sprengjuárásum í sögu nútíma hernaðar.
Talið að í Víetnamstríðinu hafi 2 milljónum tonna af sprengjum verið varpað á Laos. Ósprungnar sprengjur orsaka enn í dag alvarleg slys. UNICEF hefur látið taka saman upplýsingabækur sprengjuhættuna fyrir skóla. Bara fyrir nokkrum árum síðan fundust sprengjur rétt hjá skólanum okkar, en þær voru fjarlægðar. Þar áður höfðu margir nemendur slasast og dáið. Enn í dag verður maður að vara sig á ósprungnum sprengjum og jarðsprengjum í nágrenni þorpsins, sérstaklega út í skógi. Í skólanum lærum við að þekkja sprengjur og bregðast rétt við ef við finnum þær. Menntun gefur möguleikan á betra og heilbrigðara lífi. Lestrar- og skriftarkunnátta undirstaðan að því að fá vinnu og ganga vel í lífinu. Þar sem skólaganga margra barnanna reynist oft stutt vegna fátæktar mikilvægt að skólinn kenni börnunum líka hagnýta hluti. Í skólanum lærum við að rækta matjurtir og sveppi sem við seljum svo þorpsbúunum. Þannig aflar skólinn sér peninga. Svo getum við líka kennt foreldrum okkar það sem við lærum. Bræður mínir Pomma og Sally urðu á hætt í skólanum af því að foreldrar okkar höfðu ekki lengur efni á að senda það þangað. Þeir fóru til Tælands til að leita að vinnu en hafa bara fengið mjög illa launuð störf. Þeir rétt ná að draga fram lífið á laununum. Þeir geta ekki hjálpað okkur. Mér dreymir að geta farið í framhaldsskóla. Ég vil verða kennari, geta séð foreldra mína og hjálpa öðrum börnum í þorpinu að mennta sig og ganga vel í lífinu. Latri gengur nú í efsta bekk grunnskóla og hefur staðið sig mjög vel í skólanum. Fjölskylda hennar þó svo fátæk að Latri getur sennilega ekki haldið áfram námi í framhaldsskóla. Það líklegra að Latri verða að byrja að vinna til að sjá fyrir fjölskyldu sinni. Drauminn að verða kennari verður hún því að geyma, að minnstakosti í bili. Fátækt gefur draumum lítið svigrúm, en menntun þó alltaf lykill að framtíðinni.